Já, komið sæl. Velkomin. Gaman að sjá okkur hér og það styttist í jóla. Það var dregin fram hérna ljótu jólapeysan. Það var gaman að þessu. Við vorum að skoða í gær eitt jólalag og við ætlum að skoða annað jólalag í dag og það er lagið Í skóginum stóð kofi einn og þetta lag er útsett í C-dur sem er mjög þægilegt fyrir gítar og fleiri hljóðfæri og það er undirspil með þessu á vefsíðunni hjá okkur og við getum farið inn á þessa slóð sem er hérna fyrir neðan og slegið inn gitarskólinn.is/aukaefni og þá farið sendt þetta undirspil og nóturnar af þessu, bæði þess að hljóma, nótur og nótur með tapi og allt hvað eina. Þannig að við kannski spilum þetta bara einsinni og svo kannski tölum við hans þetta og vinnum bara út frá því. Alright. Já, ég gleypti nú að kynna mig. Ég heiti Bent Marinósson og séum þessi livestream hér fram að jólum og þetta er bara búið mjög gaman og gaman að fá þessi skilaboð öll frá ykkur og þessi komment og like og tölvupósta, þannig að það er bara æðislegt og það hvetur okkur sannlega áfram að gera þetta og bara virkilega búið að vera virkilega gaman, þannig að og þið sem eru að horfa hér live væri gaman að þið myndi hendin einu eða tveimur kommentum, var virkilega gaman. Herri, ok, skulum kíla á þetta. Þetta lag byrjar á talningu, þess að fyrsta nótan er G og hún kemur á 4. slagi og ég stilti þessu þannig upp að það kemur talning alveg heilantakt, svo kemur 1, 2, 3 og þá byrjum við. Svoleiðis. Alright, þetta hljómar einhvern veginn svona. Ok, geggjað. Þetta er mjög skemmtilegt lag og við höfum öll heyrt þetta skrilljón sinnum. Þetta lag, eins og þetta er útsett þarna, þá er alveg slatti af hljómum sem er ekkert endilega nauðsynlegt að spila en það er gaman til þess að bæta upp svona aðeins flóruna í þessu. Það er mjög skemmtilegt. Einn nágranni minn hérna, hann er að berja í vegginn og ég heyri bara eitthvað takt
hérna í gegn, þannig að ég veit ekki hvað svo mikið það er að skila sér þarna út en hérna þetta er mjög treflandi spurning með að senda honum annan takt til þess að slá en allavega til að reyna að hætta pæli en ok við byrjum hérna þess að við skoðum hljómana líka já ok, kannski tala þessu tapi líka sko eins og tapið er skrifað þarna þá erum við að spila þetta hérna í þess að opinni stöðu og sem er bara fínt og það er bara eins og ég sagði daginn í öðrum tíma að þá hefur tapið þess að kosti og að galla að við erum að festa okkur svolítið í ákveðna staðsetningar en nótunar eru það sem að skiptir máli að við séum að spila nótuna G eins og þessu tilfelli við erum að spila þetta er nótan G, þetta er nótan G þetta er nótan G þannig að það er að spila á mismundi staði á gítarhálsinum og þetta er oft ágætt fyrir byrjendur að byrja raunni hér að spila bara opnastrengi og svo förum við að læra mismundi aðra staði á hálsinum og mynda okkur kannski skoðun á þessu hvar við viljum spila það og svo er það spurning líka með fingersetningarna hvað er að henda og hvað ekki þannig að þetta bara er áhugavert og skemmtilegt að gera þannig að kannski hefur það í huga að eins og ég var að spila hér á 5. bandi á D-streng í staðin fyrir opin G en þetta er bæði rétt þannig það er ekki ránt í þessu endilega vildi bara útskýra þetta ok, ef við skoðum aðeins hljómana að það byrju hérna í C tökum svo G-dúr 7 svo kemur C G þegar stendur svona G með skástrik B það þýðir að þetta er G-dúr hljómur með B sem dýfsta B í bassa ok, svo kemur hérna A-mól 7 og svo A-mól með G bassa og er hérna A-mól 7 þarna með ok D-mól 7 og svo C-dúr með G-bassa og G7 og C og svo erum við í miðri línu í annar línu miðtaktinni með annar línu að þá höldum við áfram í C-unu og tökum hérna C-stim D-mól 7 G og svo aftur svipað C G með B-bassa A-mól 7 C-stim D-mól 7 G-stim og svo C þannig við spila kannski hljómana einn umgang
þannig að með allir þessum hljómum það bara svona bæta við svona soundið í þessu öllu saman, þannig að við erum ekki að spila kannski einföldastu útgáfan af þessu en þannig að við erum að eins og þessir eins og dim hljómurinn hérna þannig að þetta svona við erum bæta við sound heiminn í þessu og bara hafa gaman að þessu, þannig að kannski spila þetta bara einu sinni enn svona lokinn og ég sé nú að það er ykkur hérna live að horfa, það er bara frábært og gaman að sjá ykkur bara virkilega þannig að bara endilega hendið inn í ykkurum kommentum og svona dásamlegt. Herðu, spilum þetta einu sinni enn og kvöldum þetta bara gott. Eitt þarna í nótunum sem að kannski ég gleymd að skrifa er þegar við erum búið með allt formið og við erum komin í endan að þá kemur henni aftur G-nótan upptaktsnótan en það er sjálf sér skýrir sig alveg sjálf þegar við erum farin að spila þetta og þekkjum náttúrulega lagið mjög vel og ég vil bara minna á það að það er hægt að sækja þessar nótur og þetta undirspil á þessari slóð og Dúni vinur minn, takk fyrir peysan að skila sér ég var að fara gegnum jólastöfið og bara þetta er málið sko alveg heldur betur sko takk fyrir kommentið ég var næstu því fann að vera með jólasönu en dóttir mín stoppaði mig af kannski sem betur fyrr en hver veit nema að gíla það ekkert fyrir jól ég voni ekki samt en kemur ljós en takk ég lega Dúni þetta lag er eitt af þessum sem er mest að kunna og það er mjög gaman að fara í gegnum þetta lag með nemendum og bara fín æfing í að koma sér læra eitthvað af þessum jólalögum og það er bara dásalegt þannig að endilega kíkja á þetta lag og náðu þessar nótur og það geti æft þetta og spila þetta yfir jólin en bara kæra þakkir öll fyrir komin og áhorfið og vonandi yði gott kvöld framöndan og við ætla að reyna að vera með livestream á morgun annað kvöld klukkan 8 ef það gengur ekki, ef ég lendi í skötuveislu eða eitthvað, maður veit ekki maður stekir með veislu núna en ef maður endar eitthvað starf annar staðar þá hendi ég setja inn eitthvað vídeo í staðinn en bara kæra þakki fyrir í dag og við sjáumst
vonandi á morgun, annað kvöld, en allavega bara þangað til næst. Takk fyrir í dag.